sem haldin var í Reykjavík í sumar var samþykkt svo ályktun að konur tæki sér frí á degi Sameinuðu þjóðanna 24. október til þess að leggja áherslu á mikilvægi vinnuframlags síns. Konur úr öllum stéttum og öllum stjórnmálaflokkum jöfnuðu sér saman og báru fram tillögu að allar konur á Íslandi tækju sér frí þennan dag. Og þessar konur þær gerðu meira, þær héldu hópinn í allt sumar, örfuðu konur til dáða og þetta árangurinn, hér erum við svona margar. Áfram stelpur standa á fætur, brýtum allar gamlar rætur, 1000 ára kvennakúgunar. Ef einstaklingurinn virkur, verður fjöldinn okkar styrkur og við gerum hópsbreytingar. Atkvæði eigum við í hrönnum, komum pólitíkinni í lag, sköpum jafnrétti og bræðralag. Ég las einu sinni sögu þar sem eftirfarandi samtal átti sér stað á milli músamömmu og ungana hennar. Hugsa, hvað það? Spurðu ungarnir. Það veit ég ekki, sagði músamamma. Hugsar þú, mamma? Spurðu ungarnir. Mömmur þurfa aldrei að hugsa neitt, sagði músin. En hugsum við? Spurðu ungarnir. Nei, það held ég ekki, börnin mín. Þú hugsar ekki og við hugsum ekki. Er þá enginn sem hugsar hér nema pabbi? Hann hugsar einn fyrir okkur öll, sagði músamamma, en hann hugsar líka mikið. Hve lengi og oft höfum við konurnar ekki látið karlmönnunum það eftir að hugsa fyrir okkur og segja til hvert hlutverk okkar sé og hvað okkur sé sæmandi án þess að kvenlegum yndistokka og húsmóðurskyldum okkar sé misboðið. Svo hefur kannski verið tíðin, en nú höfum við ástæðu til að ætla að það sé liðin tíð. Það sýnir og sannar meðal annars þessi fundur okkar hér í dag. Við erum farnar að hugsa. Marglofuð og kring, mikið vildu skáldin og flétta þína virði. Af löggjafanum var þér jafnan lítil virðing sýnd, lifandi og dauða, að mati eins sýndi.